Ég tala svo mikið en ég kláraði fyrsta vídeóið og núna er það bara framhald. Mig minnir ég hafi verið hérna að fjalla þarmatótunar sem er útsett örtótum og þessar þarmatótur og allar þessar litlu örtótur sem eru, að þær eru til dæmis að grípa, hjálpa til við frásog eða eru aðalega sjá frásogið þar sem næringarefni, þegar búið að brjóta þetta niður í hérna smæstu mynd, að þá grípa þau næringarefnin og til þess að ná að frásöga þeim í blóðrásina. Það er svona þegar þau fara í gegnum hennar langa veg, að þá geta þau alltaf fest næringarefnin sem er búið þá að brjóta niður milli tótanna, milli örtótanna, milli þarmatótanna og þannig býður og þangað til að þetta getur frásogast alveg inn í blóðrásina. Það er svona með fellingar og þarmatótur auka þannig svona flatamál þarmanna eins og ég segi og að þeim að getur og auðvelda þar með frásög næringarefna þar sem þau eru gripin, geymd þangað til að komast inn í blóðrásina. Og 90% af meltingunni og frásögi fer fram í smáþörmunum. Og síðan auk þess að fá meltingarenzím bæði frá brisi og að þá koma líka framleiðs þarmakirtlan líka þarmasafa sem inniheldur hluta af meltingarenzímunum líka. Svona hérna er svona að vera pínu að sýna, hérna til dæmis ein þarmatóta og á hverri þarmatótu eru litlar örtótur alveg hérna sem eru þá að grípa. Og síðan þegar það festist eitthvað hérna að þá er þetta frásogað inn í blóðrásina og inn í sogaðina og flyst síðan til lifrarinnar þar sem er efninu eða næringarefnunum er sem deilt út þar sem þeirra er þörf. Og þarmasafan er hérna að vera að tala um við erum nú ekki alveg að fara yfir þetta helsta en bara það vera að framleiða til dæmis sem að vera að kljúfa kolvetni niður í minnstu mynd, minnka fjölsykur niður í tvísykrur niður í einsykrur og klífa bara peptíð niður í þrípeptíð. Þetta er svona aðalega bara við þurfum fyrst og fremst að fatta það að frásogið fer fyrst og fremst melting og frásog fyrirgefiði fer fyrst og fremst fram í smáþörmunum. Og stórþarmar eða ristill að þó mest frásog fari fram kannski í smáþörmunum þá á ristill sitt mikilvægt hlutverk og það er til dæmis fæðuleifum og trefjum og gallefnum ýtt áfram á meðan kannski svona vatn og sölt eru þarna tekin upp. Þess að frásog á vatni og söltum er fyrst og fremst þarna í ristlinum, fer mest fram þar. Og þannig er til dæmis myndast yfirleitt svona samþjappara úrgangur eða svona hæfilega þéttur hvað sem er saur og ef upptaka vatns er of mikil eða of lítil þá kannski finnur einstaklingur fyrir annaðhvort hægðatregðu eða niðurgangi. Ef við erum ekki að taka upp og of lítið af vökvanum að þá allt í einu bara fáum við mikið niðurgang og töpum vökvanum þannig. Þess að þetta endurspeglar oft hraða hreyfinga í ristlinum og saltflutningi við slímhúðina. Og í ristlinum býr líka þarmaflóran og milljarður örvera sem hjálpa okkur. Og þær gerja trefjar og mynda svona stuttar keðjur fitusýra sem næra þá þarmafrumunar og geta haft það jákvæð áhrif á bólgusvörun og orkujafnvægi. Svona hjálpa til við að við meltum matinn hægar, að við sem að auka góðu örverunar og það hafa þá áhrif á einmitt að hvað ætla ég að segja? Með blóðsykurum, til dæmis jafnvægi þar. Og til að mynda þá hafa það líka hlutverk að framleiða ákveðin vítamín, til dæmis K-vítamín. En K-vítamín til dæmis eitt af vítamínunum sem hefur áhrif á blóðstorknun.
og síðan hefur líka jafnvel ákveðin á þátt líka í að framleiða B-vítamín. En eins og með K-vítamínið sem sagði áðan varðandi þetta er til dæmis vítamín sem líkaminn getur þá bara myndað sjálfur ef við erum að borða rétt, þar að segja, ef við erum að borða fjölbreytt og innihalda mikið af trefjum og þess háttar, að þá ættum við ekkert að þurfa að skorta neitt K-vítamín, en það hefur áhrif á blóðstorknun og það er bara svona undantekningartilfellum að K-vítamín skortur sé. Það er svona fjölbreytt og trefjaríkt mataræði styður við heilbrigða flóru og þar með betri upptöku og svona eðlilega hreyfingu þarmanna. Dæmi sem ég get nefnt er kannski eins og laktósótol, að þá vantar kannski laktasa í smáþörmunum og þá nær mjólkursykurinn ekki að brjótast niður og þá fer hann ómeltur niður í ristil og dregur vatn með sér og gerjast sem leiðir þá til kannski uppþembu og síðan niðurgangs. Það er svona það sem við getum gert til dæmis eins og með þarmaflóruna að einmitt borða fjölbreytt, borða grófar trefjar, mikið grænmeti og þá erum við að skapa heilbrigða þarmaflóru og auka þessa góðu örverur. Og það sem er líka hægt að gera, það er til dæmis að taka inn góðkjarla, fæðubótarefni, að það hjálpar líka til. Og síðan þarf maður kannski passa upp á eins og það sem getur skaðað þarmaflóruna er til dæmis eins og sýklalyfjanotkun. En það hefur gríðarlega áhrif á að þá verður að drepa við erum að ráðast á einhvern svona skaðvald, en að sama skapi þá erum við líka að hafa áhrif á að drepa heilbrigðu þarmaflóruna í leiðinni. Það er svona oft samhliða sýklalyfjagjöf að þá erum við oft mælt með því eða yfirleitt mælt með því að fólk sé annaðhvort að taka að borða AB-mjólk eða jafnvel taka inn góðkjarla. Svona það getur verið ein leið. Aðeins kannski lifrin, ég er aðeins búin að fjalla um þetta lifrin og gallblaðran. Lifrin viðheldur blóðsykursmagninu og fituefnaskiptum, prótínefnaskiptum, framleiðir gall og geymir síðan gallið í gallblöðrunni og sem losar það bara eftir þörfum, fer það bara eftir hversu fituríkt fæðið er. Og síðan til dæmis hefur lifrin áhrif að virkja D-vítamínið og bæði gallið sem sagt það er að hjálpa til við fituleysileg vítamín. Að við getum nýtt fituleysileg vítamín að þá þurfum við fitu og til þess að brjóta niður fituna og getum nýtt að þá þurfum við gall, skiljiði. Lifrin geymir líka til dæmis vítamín og lifrin hefur bara svona stórt hlutverk að það er pínu svona eins og heilinn. Næringarefnin er að fara til lifrarinnar í svona smástu myndir og síðan deilir því lifrin því út. Og samanskapi afvitrar líkamann lifrin og það er til dæmis eins og þegar ég tala um alkohólisma og fólk sem glímir við áfengissögu að þá getur lifrin svolítið skaðast, þá getur verið bara kallað svona skorpulifur og það getur haft áhrif þegar hún er búin að starfa mikið að gera, mikið alkohól sem hefur áhrif, þá nær lifrin ekki að starfa eðlilega og nær ekki taka upp í sig næringarefnin og nær þá ekki heldur að senda þau áfram eins og hún er vön að gera. Ég er nú aðeins búin að fara yfir brisið að framleiði brisafan til þess að hlutleysa magasýruna með basískum vökva og samanskapi með meltingarensím sem eru þá að brjóta niður orkuefnin á borð við kolvetni, prótín og fitu. Að þessu lífhimnuna, þetta er bara svona eitthvað, þetta er ekkert eitthvað sem ég er að fara að prófa úr, en bara svona aðeins að í hnotskurn þá er kannski lífhimnan, svona klæðir hún
klæðir hún, bara svona heldur görnunum föstum og og flytur æðar og taugar og er svona pínu svona osmósu tilfelli. Ég veit ekki hvernig ég á að útskýra þetta betur, en það er svona, já, klæðir og smyr lífhimnuna, garnahengjur sem halda þá görnunum föstum og flytur æðar og taugar og svona fitusunda sem bæði er að verja og svona takmarkar bólgur. Það er svona, garnirnar hanga þá bara svolítið í kviðarholinu en samt svona í örugum staðar sem lífhimnan sjálf myndar. Hún er svona pínu að passa upp á. Þetta er bara svona auka. Ég er ekkert að fara að prófa okkur þessu. En þetta er þá svona kaflan meltingu og þá er það kannski það sem við þurfum að hugsa út í, að þekkja þá meltingafærin og þau líffæri sem tilheyra meltingu. Hvað er kannski að gerast helst á þessum stöðum? Eins og í munninum að þá eru vélræn og efnamelting til staðar. Við erum að brjóta niður með því að tyggja og þá þurfum við svolítið að ekki vera með heilbrigðar tennur og viðhalda þeim. Og síðan kemur efnamelting líka, þá byrjum við að brjóta niður helst kolvetnin þá, bara litlum hluta, sterkjan brotna það niður í maltósa. Og síðan er bara mjög lítið hluta af fitunni, eiginlega ekkert sem byrjar niður, að meltast þar. Síðan fyrir fæða niður í magan og þá er meltingarinn sem er pepsin sem er að brjóta niður prótein ásamt magasýrunni. Og það er bæði eins og segja líka efnamelting og vélræn melting. Efnameltingin er þá meltingarinn sem er á magasafinn og síðan er vélræna meltingin þá þegar hún er að hnoðast og berjast á milli veggjanna. Og í smáþörmunum, helst í skeifugörninni, þar fer fram helsta meltingin og frásogið. Og þá á öllum þessu næringarefnum. Síðan kemur þetta niður í ristilinn og þá er aðalega frásog vatnsins og steinefna fer fram þar ásamt að mynda hluta af eins og K-vítamín og hluta af B-vítamínum. Þetta er svona það helsta. Ég segi bara gangi ykkur vel að læra og vonandi var þetta gagnlegt. Ég mun síðan setja inn spurningarnar og fara yfir þær og senda ykkur póst með framhaldið. Takk kærlega.